þegar við ræðum elsku Guðs til okkar hins vegar að þá birtist hún eins og við ræddum áður á krossinum en ef við náum að skilgreina það einhvern veginn á hátt sem að sem að stendur kannski nær okkur að þá dettur mér í hug persónulega foreldrahlutverkið að foreldrar okkar eru jú allir mannlegir og ófullkomnir en í fullkomnum heimi hvernig myndi fullkomið foreldri elska sitt barn af því að við vitum það að elska Guðs fullkomin Guð kærleikur, Guð bara fullkomin hann skilgreining af fullkomin og í fyrsta lagi er hún skilyrðislaus bara eins og ást foreldris til barna sinna ætti að vera að ég elska þig af því þú ert barnið mitt, þú ert mitt hold og blóð og þú þarft ekki að vinna þér inn ástu mína en svo er það með ramman að þú sem foreldri veist hvað er best fyrir barnið þitt og þú setur því ákveðin ramma, ákveðin reglur ákveðina takmarkanir sem að eru til þess gerðar að beina þeir í rétta átt og Guð gerir slíkt til sama og það er kannski stundum erfitt að lesa það og heyra það að Guð er með ramma en það er ultimately fyrir okkar eigin velferð Guð er grunnurinn að þessu öll saman og Guð er kærleikur hann það í eðli sinni og það kemur bæði þessi ástríða og væntingar líka og kröfur til þeirra sem að fylgja hans algjörlega og spurningin sem að ég hugsa allan og við erum að pæla í og vonandi hlustendur líka er hvernig uppgötum við þá ást sem raunveruleg sem við trúum á sé hvernig finnum við hana og þá ég meina ekki bara tilfinningalega heldur bara allan pakkan ég upplifði mér stundum svolítið eins og bara lítinn flöskustút undir Dettifoss eða þú veist undir að það er þetta risastóra og mikla magn af ást Guðs og eitthvað sem ég næ ekki utanum og ég er bara að reyna að skilja eitthvað en bara það gengur ekki og ég átti með smá en það er alltaf meira til að skilja Akkurat. og einhverju leiti er það svona yfirþyrmandi og bara mér langar að skilja meira en ég mun aldrei skilja alla ást Guðs af því hún er það djúp en við getum talað kannski 3 birtingarmyndir í grunninn til þess að hjálpa okkur að skilja ást Guðs fyrsta lagi orð Guðs við munum örugglega ekki fá nóg að því að segja að biblíulestur og bara ritningin er opinberun hvers Guð ætlast til af okkur en líka hvernig hann elskar okkur og þar sjáum við alls konar myndlíkingar og bara orð og bara texta sem hjálpar okkur að skilja ást Guðs sem birtist mest af öllu í krossverkinu og það er eins og þú talar í síðasta þetta að það er svo atburður og svona svo atburður sem að birtir mest hvað ást er og ást Guðs til okkar að taka á sig dauðan sem við áttum skilið svo myndum við líka tala bæn er annað atriði sem að hjálpa okkur að skilja ást Guðs getum ekki, það stundum talað það sá kristni maður sem að er bara í orðinu hann blæs segjum þetta ennsku, þetta er betra ennsku he blows up svo sem er bara í andanum eða í bæninni nei, fyrir ekki, ég er að ruglast sá kristni maður sem er bara í orðinu he dries up, hann þóttan upp sá sem er bara í andanum og í bæninni hann blæs upp, blows up en sá sem er í orðinu og í andanum he grows up vex upp, þroskast Akkurat. Þannig að þú veist bara í orðinu þá þóttan að þú veist bara í andanum og bæninni þá bara springur en að þú veist í orðinu og andanum stöður í báði þá þroskastu og með bæninni þá getur við bara beðið Guð viltu sýna mér ástina viltu hjálpa mér að skilja textan sem ég les bara eins og ég sagði 53 er góður stað til að byrja á eða Guðspjöllin og allt þetta en bara andinn er það sem og sá sem að opinberar elsku Guðs til okkar og það er eitthvað sem að ég sjálfur vil taka tíminn og tilengja mér að biðja Guð að sína með mér hver hann elskar og fyrir þá sem að hugsa en elska, er þetta ekki bara eitthvað fluff og er ekki Biblía miklu harðara en það að sumu leyti jú en við sjáum líka bara að það var svolítið uppgötvun fyrir mig að þegar ég strögglaði með það með hörðuorð Biblíunnar að það er kannski mikið talað það í kirkjunni og við viljum hafa þetta sem vettvang til að tala líka það sem er óþægilegt og auðvitað gerir kirkjan það allavega samfélagin sem við erum í
En það sem að kom mér svolítið óvart og mér varst mjög áhugavert var það bara sko, bænir postulana í Nýja testamentunum, Páls sérstaklega, Já. þá hann veit alveg um alla slæmufrendar, en þegar hann biður þá biður hann eiginlega bara bænir sem eru í svona jákvæðar í eðlisínu. Hann biður að það mætti skilja ástkvíðis, hann biður að það mætti styrkjast, að það mætti blessast og allt þetta. Hann minna á þótt hann gera örugglega líka, en hann biður potið gegn ákveðnum hlutum og vill ekki í sumar hluti og er svona neikvæðar eða svona negativ bænir en gæslappa. En megnið að því er jákvæðs eðlis. Já. Það finnst mér ógeðslega fallegt og það er eitthvað sem við getum tileinka okkur að biðja eins og ein bæn Páls að við mættum skilja hæð, dýpt og vítt og bara breitt og bara umfang elsku Jesú. Já. Og síðasta af 3 atriðum sem okkur langar að benda á er bara kirkjan. Kirkjan er fólkvís, kirkjan er samfélag og það er þar sem að við ekki bara skiljum vitsmunalega og tilfinningalega og andlega, en þar upplifa það líka bara í verki. Ok, svona lítur ástkvíðis út og ég get nefnt hlutið það sem ég upplifa bara fólk í kirkjunni, ekki mínu söfni, þetta líka, en bara í alls konar sambindum og samfélagum þar sem maður bara samskiptin sem maður þú upplifir gildi eins og kærleika og réttlæti og þú sérð hvernig fólk kemur fram við þig, þú sérð að það er fólk sem elskar og þegar þú sérð rétta og góða birtingarmynd af biblíulegri elsku í fólki og á milli manna þá ertu að sjá brot og endurspeglun af ástkvíðis til okkar. Akkurat. Og við tveir viljum klálega upplifa meira af þessu. Já. Og þetta er eitthvað sem við erum að potið að tala til okkar sjálfra. 100%. Eins og flöskustúts myndlíkingin gefur svolítið í skina, það er alltaf meira að skilja. Þannig að við hvetjum ykkur líka til þess að kynna ykkur þetta og leitast eftir því að vita og skilja hver ástkvíðis er. Já. Tilfinningalega, vitsmunalega, andlega, allt þetta. Og ekki síður að gefa honum allt sem að gaf okkur allt sitt. Og það ætlum við að tala um í næsta þætti, elsku Guðs til okkar. Nei, elsku okkar til Guðs. Já.